Þessi rannsókn hún hófst með því að ég og samstarfsfólk mitt sem eru bæði Íslendingar og fólk frá Gínea-Bissá að við lögðum fyrir spurningalista fyrir 15 til 17 ára unglinga í skólum Bissá-borgar. Svipaðan spurningalista og Planet Youth hefur verið að vinna með. Okkur fannst það mjög spennandi hugmynd að fá samanburðarhæf gögn unglinga í Bissá miðað við bæði íslenska og evrópska unglinga. Viðfangsefnið sem við vorum að fást við voru mikil spurningum afstöðu til menntunar, framtíðaráform en líka tóbaks- og áfengisneyslu og vímuefnaneyslu. Það er mikil áhersla á ójöfnuð og síðan einnig á notkun rafrænna miðla, félagsmiðla meðal annars. Og núna í haustið 2022, þá bættum við nemendum frá 6 háskólum með hliðstæðan spurningalista sem auðvitað tekur mið af því að þar eru á ferðinni háskólastúdentar. Þá höfum við einnig bætt við eiginlegri aðferðafræði, leitast við að hafa bæði með eiginlega og eiginlega áherslu og það sem við höfum gert hingað til er að skoða áhrif COVID-faraldursins á skólagöngu nemenda í Bissá en líka áhrif á líf ungs fólks sem ekki gengur í skóla og til dæmis meðal kóranskóladrengja sem að lifa af betli. Og við höfum nú þegar áhugaverðar niðurstöður meðal annars ójafnt aðgengi að menntun, líka ójöfnuð í Gínea-Bissá í aðgengi að félagsmiðlum, að veraldarvefnum og svo framvegis. Við höfum til dæmis séð að neysla tóbaks og áfengis er verulega minni en á Íslandi og í Evrópu. Þannig að við höfum gert okkar besta til þess að kynna þessar niðurstöður, jafnum að þær koma fram. Við höfum haldið fundi með fulltrúum stjórnvalda, með alþjóðasamtökum og ekki síst skólafólki, skólastjórum, kennurum og svo höfum við lagt mikla áherslu að hafa með alltaf ungt fólk og við leggjum áherslu á það í okkar samstarfshópi að það sem mikilvægt að vinna, skoða rannsóknir, taka mið af niðurstöðum þeirra og síðan þegar að ráðist er til aðgerða að hafa ungt fólk með í ráðum. Það er þessi tilhneiging í rannsóknum til þess að skipta heiminum í tvennt og þá er gjarnan talað þróulönd og vanþróuð og söðrið og norðrið sem að mér finnst miður og ég hef leitast við að vinna gegn. Ég held að við missum sjónar á bæði því sem er sameiginlegt en líka mismun innan svæða með þessari sterku áherslu á tvískiptingu heimsins.